Velkomin í Icelandic Immersion, comprehensive Icelandic for Icelandic learners. Góðan dag og vertu velkomin í þátt númer 82 af þessu hlaðvarpi. Í dag datt mér í hug að tala eitthvað sem farið að hrjá mig nokkuð upp á síðkastið, allavega og sérstaklega í sambandi við þessa þætti. En þetta viðfangsefni sem við þekkjum langflest. Það eru mjög margir sem tengja við að upplifa þetta, þó þeir gera það vissulega í mismiklu magni, og svo til sumt fólk sem segist bara alls ekki finna fyrir þessu. En þetta þá það sem heitir því flókna nafni frestunar árátta. Að fresta þýðir að seinka einhverju. Eitthvað sem þú ætlaðir að gera núna eða bráðum, ákveður þú að gera frekar einhver tíma seinna. Þú hafðir ætlað að gera eitthvað 2:00 en einhverra ástæðna vegna þá geturðu það ekki og breytir því í að þú ætlir núna að gera það 3:00 eða 4:00 eða daginn eftir eða eitthvað. Árátta talsvert flóknara orð. Í orðabókinni hérna fyrir framan mig þá það útskýrt eða skilgreint sem sjúkleg tilhneiging til endurtekinna athafna, sem finnst frekar flókin skýring, en felur þá í sér allavega þá hugmynd að þetta sé eitthvað neikvætt og jafnvel eitthvað sem væri kannski að manni að maður væri að gera, en tilhneiging einhvers konar vani eða að þú gerir einhvern ákveðin hlut oft eða oftar en ekki. Enska orðið fyrir þetta væri tendency. En til endurtekinna athafna, semst að þú gerir það aftur og aftur. Og hvað þetta sem þú gerir aftur og aftur? Athöfn, semst bara einhver hlutur, eitthvað sem þú ákveður að gera. Þannig að já, sjúkleg tilhneiging til endurtekinna athafna og þá frestunar árátta væri sjúkleg tilhneiging til endurtekinna frestana. Þetta sem sagt orðið fyrir procrastination. Frestunar árátta einhvers konar birtingarmynd kvíða í rauninni. Þetta eitthvað sem maður gerir oft þegar maður upplifir einhvers konar neikvæðar tilfinningar eða ótta eða bara hreinlega kvíða fyrir því að þurfa að gera eitthvað. Flestir tengja þetta við það að hafa eitthvað verkefni sem þau þurfa að vinna, eins og til dæmis fyrir skóla eða vinnu, þar sem það ákveðin skilafrestur. Og það gæti þá verið mjög langur skilafrestur sem maður hefur vegna þess að verkefnið kannski mjög stórt og tekur langan tíma að vinna. Verkefnið kannski svo stórt að maður þorir ekki að byrja. Hugsar kannski með sér, ég hef ekki nægan tíma til þess að byrja á þessu í dag, þannig ég geri það á morgun
þegar ég hef í alvörunni tíma. En svo hefurðu ekki tíma á morgun, eða hinn, og helgina þarftu að fara eitthvað, þannig þú hefur engan tíma þá, og svo verður eitthvað vesen í næstu viku, og svo skyndilega hefurðu bara 2 daga til að gera 2 vikna verkefni. Þá geturðu ekki annað en að gera þessa vinnu. Mörg okkar eru mjög góð í því að vinna stór verkefni á mjög stuttum tíma þegar þrýstingurinn og álagið er orðið svona mikið. Sum okkar eru meira að segja svo góð í því að þau geta ekki unnið svona verkefni nema með svona þrýstingi. Þannig þau verða háð þrýstingnum og enda á að gera þetta að einhvers konar vana. Að geyma allt fram á síðustu stundu og gera þá alla vinnuna í einu. Þetta mætti kalla frestunar áráttu. En flestir finna þó líka fyrir því að þetta er ekkert mjög sniðugt. Yfirleitt endar maður á því að gera talsvert verri vinnu eða minni vinnu heldur en ætlast var til af okkur eða sem við ætluðumst af okkur sjálfum. Maður nær ekki að gera sitt besta. Maður nær bara að gera það sem maður nær að gera á þessum stutta tíma sem eftir er. Og þess vegna þykir þetta kannski nokkuð neikvætt. Bæði að niðurstöðurnar eru verri og að okkur líður ekkert endilega vel á meðan þessu stendur. Því eins og ég sagði fyrst, þá er þetta í rauninni birtingarmynd kvíða. Það er fólk sem er orðið vant því að vera í þessum erfiðu kringumstæðum. En kvíðinn sem maður upplifir verður líkamlegur. Það er hormónastarfsemi í líkamanum okkar sem tengist þessum kvíða og þessu stressi sem við upplifum. Sumir þrífast mjög vel í kvíða og stressi og ná að vinna mjög hratt og mjög skilvirkt, en ég veit ekki hversu margir myndu segja að þeim líði vel á meðan þetta stress er í gangi. Og það er þá líklega þess vegna sem heitið fyrir þetta á íslensku er svona neikvætt. Þetta er árátta. Þetta er sjúkleg tilhneiging. Ég fer að tala um þetta því núna er ég aðra vikuna í röð að taka þennan þátt upp á sunnudegi. Það er vissulega að hluta til vegna þess að ég hef haft mikið að gera upp á síðkastið og það er ekkert að fara að hætta. En það er líka að hluta til vegna þess að mér hefur gengið nokkuð illa að finna upp á einhverju til að tala um og það kemur yfirleitt frekar seint til mín. Mér hefur þó tekist núna í báðum tilfellum að finna upp á einhverju ágætis efni sem hægt er að tala um í lengri tíma og framleiða heilan þátt eða allavega út frá, en alveg eins og ég var að lýsa, þá líður mér ekkert sérlega vel með það. Þannig núna ætla ég að finna einhverjar lausnir við þessu eða ráð sem að ég segi upphátt þannig að þið getið heyrt þau, en á sama tíma er þetta líka fyrir mig. Eitt ráð við svona frestunar áráttu er að einfalda verkefnið eða allavega minnka tímann
svakalega. Eitthvað sem við þyrftum að gefa okkur hálftíma í að gera til þess að geta gert það vel, eða allavega ef við höldum það, að þá mætti minnka verkefni niður í 2 mínútna verkefni. Ef við pælum í einhverjum stærri hlutum sem við þurfum að gera, sem að eru kannski að gera eitthvað ákveðið í lengri tíma, sem felur í sér mörg endurtekin skref, þá væri hægt að minnka verkefnið niður í að gera það bara í 2 mínútur. Eða allavega að ákveða að gera það í bara þessar 2 mínútur. Því oftar en ekki náum við að vinna lengur eftir að við byrjum, því nú erum við hvort sem komin í gang. Af hverju ekki að gera aðeins meira? Hver og 1 mínúta verður bónus vinna. Ég ætlaði bara að gera þetta í 2 mínútur, en ef ég vinn í 3 mínútur í viðbót, þá er ég búin að rúmlega 2-falda það sem ég hélt að ég myndi ná að gera. Og þá maður búin að nýta sálfræðina gegn sér. Maður er búin að plata sjálfan sig í að byrja. En eins og bara alveg alfyrsti þátturinn af þessu hlaðvarpi fjallaði þá var það að erfiðasta skrefið var hreinlega að byrja. Þannig eins og þá, með því að lækka bara þröskuldinn og minnka erfiðið, þá er hægt að ná að komast yfir erfiðið. Erfiðasta hlutin sem er að byrja. Önnur leið til að brjóta upp stærri verk er að, bókstaflega, brjóta það niður í minni verk. Eins og til dæmis skrifvinna, þá væri hægt að búa til einfaldari verkefni út frá því hvað þú ætlar að gera. Ef þú þarft að skrifa 10 blaðsíðna ritgerð eitthvað og það tekur dag eða 2 daga að ná að klára þá vinnu og þú átt ekki 2 lausa daga til þess að vinna að verkefninu sem heitir að skrifa 10 blaðsíðna ritgerð, þá getur þú bútað það niður í að finna heimildir, komast að því hvað þú ætlar að rannsaka, skrifa drög eða beinagrind, teikna upp útlínur, skrifa fyrstu efnisgreinina, fara yfir texta og svo framvegis. Þetta er í rauninni sama ráð og hitt ráðið var, nema hérna erum við að búa til ný minni verkefni frekar en að búta niður tíman sem við ætlum að verja í þetta. Önnur leið til að komast yfir þetta er að þvinga sig í einbeitingu með því að blokka út tíma þar sem við getum varið sirka hálftíma í að gera einhverja vinnu og ákveða að einbeita sér í allan þann tíma. Þetta er frekar léleg lýsing á því sem að heitir Pomodoro-tæknin, þar sem þú gerir einhverja vinnu í fullri einbeitingu í 25 mínútur og tekur þér svo 5 mínúta pásu og þá í alvörinni 5 mínútna pásu áður en þú ferð aftur í næstu lotu. Ég held ég hafi talað þetta áður, en hugmyndin er allavega nokkuð einföld og nýtir sér það hvernig heilinn okkar virkar og hvernig við náum að halda virkri einbeitingu í takmarkaðan tíma áður en við förum að truflast. Það er þannig séð fyrsta ráðið sem gengur upp fyrir mig varðandi að framleiða þessa þætti. Því ég get erfiðlega bútað niður verkefnið að taka upp þessa þætti, því ég þarf eiginlega að taka þá upp í einni töku, þannig að ég hljómi eins og ég sé í sama skapi með sömu röddu
að tala við ykkur í einu. Og þá sömuleiðis get ég ekki bara byrjað að tala í 2 mínútur og komið svo seinna að klára þáttinn, því ég þarf að taka hann allan upp í einu. En ég get fundið mér 25 mínútna tíma til þess að taka upp þáttinn, því það yfirleitt það mikil tími sem fer í að taka þetta upp. Og svo það kannski sem veldur helstu truflunum mínum, eða helsta ástæðan fyrir því að mér farið að ganga svona illa, að það fullt af litlum hlutum sem að ná að trufla mig. Og ráðið sem ég les hérna frekar auðvelt og einfalt, en það bara að fjarlægja þessar truflanir. Að taka símann sinn í burtu, setja hann í annað herbergi, mögulega að læsa einhverjum vefsíðum, þannig að maður komist ekki á þær fyrir en eftir ákveðin tíma, eða þar til maður leggur það á sig að aflæsa vefsíðunni til að skoða hana aftur. Og það í rauninni þannig sem mér tókst að byrja að taka þennan þátt upp núna, því núna ég að líta í kringum mig og ég sé ekki einu sinni símann minn. Ég hlýt að hafa falið hann einhver staðar. Og það síðasta sem ég ætla að nefna eitthvað sem ég held að ég hafi óvart gert með þennan þátt. Og það að ákveða bara að byrja, þó ég hafi ekki endilega ákveðið hvernig ég geti búið til fullkomið efni eða fullkomna vinnu. Hérna þessu lýst með þessum orðum að búa til ljót drög, sem þá eins og til dæmis bara að byrja að bulla eitthvað. Þannig að ef við segjum eins og með skrifvinnu, að puttarnir þínir hreinlega fara að komast í gang, þannig að þú finnir fyrir því að þú hafir búið eitthvað til og þú sjáir orð sem standa á skjánum fyrir framan þig. Og fyrst maður byrjaður og maður gerði eitthvað rosalega lélegt, þá alveg eins lítið mál að koma inn í þetta og leiðrétta það sem maður gerði sem var vitlaust eða lélegt. Ég þannig séð að gera það núna, því ég kem hingað inn og byrja að tala þennan hlut sem hefur verið að hrjá mig, og á meðan ég að tala það og segi kannski einhvern hlut sem var illa orðaður, þá get ég annarkvort fundið mér upplýsingar sem hjálpa mér að segja hlutin betur eða réttar, eða næ að setja hluti í samhengi fyrir mig á meðan ég að tala. Og jafnvel að, eins og ég var að gera núna, að ná að tengja saman dæmi frá minni upplifun við það sem ég finn á þessum lista, sem var þá mögulega umræðu efni fyrir mig, sem mér datt ekki í hug fyrr en ég var komin í gang með að skoða þennan lista eða að bulla hann. Þannig mér hefur tekist núna að taka upp næstum því heilan þátt, bara með því að ákveða að hann yrði ekkert góður strax. Ég þó reyndar orðin það öruggur í því að taka upp svona þætti að ég veit að hann verður ekki í alvörunni ömurlegur ef ég byrja bara að tala eitthvað. Þó stundum gerist það jú ennþá að ég hætti upptöku á miðri leið og reyni aftur vegna þess að eitthvað varð miklu lengra heldur en ég hélt. Og efnið sem ég var að tala var orðið svo óskýrt vegna þess hversu mikið var hægt að bulla það, að ég þarf hreinlega að taka þáttinn upp á nýtt með það í huga að ég gat sagt of mikið þetta efni og skiptið
þá til dæmis þættinum upp í fleiri parta. En ég ætla ekki að segja að þessi þáttur sé þannig. Mér tókst óvart að sigrast á frestunar áráttunni minni með því að tala þetta allt inn á þessum tíma sem var frekar fljótur að líða, sem bara nokkuð ánægjulegt. Þetta tókst betur en ég bjóst við. Ég hélt ég myndi þagna miklu meira, en út úr þessari frestunar áráttu varð óvart til þáttur þar sem ég gat fjallað nokkuð mikið og talað hluti sem ég hef ekki talað áður. En ég ætla líka að passa mig að ég ætla ekki að láta þessa tilfinningu ráða því hvernig eða hvenær ég mun taka svona þátt upp aftur. Því tilfinningin af því að vera í þessum kvíða ekki beint mjög góð. Þannig, ég ætla ekki að hafa þetta lengra í dag. Ef þú hefur náð svona langt inn í þáttinn, þá þakka ég þér fyrir að hlusta og þangað til næst. Takk og bless. Hello again, it's me. Now in the wrong language. I just wanted to let you know that if you're interested in seeing a transcription of this episode that you just listened to, or any of the other episodes, then that's available to you through my Patreon page. That's going to be within the Linktree link that you're going to see in the description of this episode. So if you're interested in finding the Patreon page, the Facebook page of the show, or even my teaching page on italki, then all of that's going to be found underneath that little umbrella that is the Linktree link there. So don't be shy, click away. Thanks again for listening, and hope you'll come again. All right, take care.